Já, komið sæl. Ef við byrjum á að skoða yfirlitskortið þá höfum við hérna víðáttumikla hæð milli Íslands og Noregs og síðan lagað að koma inn á Grænlandshafið og þessi tvö kerfi eru svona berjast veldin hjá okkur og þessi skil hérna frá þessari lagið að þegar hægt og rólega að nálgast landið og þriðjudaginn verður farið að rigna vestanlands og síðan kemur hérna nýtt kerfi inn í gamla kerfið á miðvikudaginn með talsverðri rigningu áfram sunnan og vestanvert landið þannig að það eru svona fremur blautir dagar framundan, sérstaklega þá sunnan og vestanvert landið meðan að norðurlandið eða norðausturlandið ætlar að sleppa mestu. En ef við skoðum hitasviðið að þá hlýtt loft sem að fylgir þessum suðlægu áttum og sjáum hérna svona hvernig liturinn verður dökkrauður og sérstaklega á þriðjudaginn en síðan svalara loft sem að fylgir í kjölfarið og á miðvikudaginn að þá fara hitatölur aftur lækkandi. Og svona lítur þá Íslandskortið út á morgun. Það bætir hérna í suðausturáttina sunnan og vestanvert landið gæti orðið alveg strekkingsvindur með vesturströndinni og einnig verður dálítil úrkoma bæði sunnan og vestanlands meðan að á norður og austurlandi ætti að verða þurrt og bjart og þar hlýnandi veður og við sjáum að hitatölurnar eru svona byrjaðar að nálgast 20 stigin meðan að það svona heldur svalara hérna fyrir sunnan þó að þar sé nú reyndar hitatölur í fínu lagi. Nú síðan áfram á þriðjudaginn að þá koma skilin hérna upp á landinu þannig að verður þá svona talsverð rigning hérna einkum vestanvert landið og einnig rignir á Suðurlandi. Norðaustan til ætti að verða áfram þurrt og bjart og við sjáum að það við heiðskýrt hérna á Norðurlandi og hæsti hitting gæti alveg náð 20 stigunum. Nú síðan á miðvikudeginum að þá fáum við svona þessa nýju lað sem að kemur inn í þá gömlu til okkar og henni kemur til með að fylgja talsverð rigning bæði sunnan og vestanvert landið og raunar á einni að rigna norðan til þó að það verði svona í minni mæli. En við sjáum að nú heiti loftmassin farinn og hitatölurnar eru byrjaðar að lækka hérna á Norðurlandi en svona almennt verður þá hitin svona milli 10 og 15 stig. Og á fimmtudeginum að þá verður komið rólegheita veður hjá okkur, það verður svona bara breytilega átt á landinu, verður nú samt einhverjar svona skúraleiðingar svona nokkuð víða, en það kemur líka til með að sjá talsvert til sólar, en helst að rigni hérna áfram hérna allra austast. Nú, ef við skoðum hvað að gerast í kringum okkur, þá þetta hæðasvæði hérna milli Íslands og Noregs, að það að teygja sig hérna inn á Norðurlöndin, þannig að þar að bæði að lína og létta til og sjáum hérna heiðskýrt í Oslo og léttskeið í Kaupmannahöfn, en annars svona helstu skúrirnar sem hafa verið undanfarið, þær nú komnar hérna inn á Balkanskagann og þar gæti orðið einhverjar dembur og sömuleiðis einhverjar skúrir hérna á Suður Ítalíu. En ef við förum að Atlantshafinu að þá bæði hlýtt og þurrt og bjart í Portúgal, Spáni og í Frakklandi og hámarkshititölurnar víða svona í kringum 30 stigin. Og það fínasta veður á Kanaríeyjum á morgun, fremur hæg norðlæga átt og léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt og hitatölurnar svona í kringum 25 stigin. Ef við förum síðan vestrum hafa þá nú þessi hvasst hérna og svona miklar úrkomur í kringum vötnin miklu, leiðinda veður og síðan úrkomubelti sem teygir hérna alveg suður á Mexíkóflóa og þar verða líka miklar skúraleiðingar, þrumur og eldingar og sömuleiðis hérna á Flórídaskaganum meðan hérna vestan til háþrýstisvæði ríkjandi og það bæði bjart og hlýtt. En við endum þetta á korti morgundagsins, það að bæta í suðausturáttina og verður þá einhver væta hérna sunnan og vestanlands en norðan til ætti að verða þurrt og bjart og þar verður rigning hlýjast. Segjum þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.